Þetta er verkefni 14, talnasafn, síða 2. Ég ætla að setja annað útlit á A-dálk sem inniheldur textan KK eða karlkyn. Þá fer ég hér á Homeflipa og í Conditional Formatting og Highlights Cell Rules og ég vel hérna Text that contains og hérna sendur KK, þannig ég þarf ekkert að breyta því. Og eins og þið sjáu þá er sjálfgefið rauður bakgrunnur og dökk rauðir stafir, en ég ætla að velja hérna græna stafi og grænan bakgrunn og OK. Síðan ætla ég að setja annað útlit á textan hérna í B-dálki sem að inniheldur textan já. Þá fer ég aftur hér í Conditional Formatting, Text that contains. Ég verð að skrifa hérna já, því að það kom upp bara nei, já. Og ég ætla ekki að hafa rauðan bakgrunn og rauða stafi, heldur ætla ég að hafa red border. Það kemur rauður rammi í kring og OK. Ég ætla ekki að fara úr af svæðinu því að ég ætla að setja annað útlit á hól sem að innihalda textan svarar ekki. Þá fer ég hérna aftur í Conditional Formatting. Nú skrifa ég svarar ekki. Og ég ætla hún kemur aftur með sjálfgefið rauðan bakgrunn, en ég ætla að fara hér og ég ætla að fara í Custom Format. Og ég er hérna í font, ég ætla að velja feitletur, ég ætla að hafa bara svart letur hérna automatic og síðan ætla ég að fara í border og velja ramma og hér í feitlingunni þá ætla ég að velja svona appelsínugulan lit. Þið megi velja hvað sem er, en athugið að hafa það læsilegt, ekki að hafa of dökkan bakgrunn ef það sést ekki textin sem er í hólfinu. Þannig að þetta kemur ágætlega út svona, þetta sést allt saman vel. Við ætla að vista.